Suður úr Khalkidiki-skaga á norðurströnd Grikklands, suðaustur af Þessaloníku, teygjast 3 mjóir fingur út í Eyjahaf. Skagarnir Kassandra vestast, Longos í miðið og Athos austast. Athos-skagi er 50 km langur og 4 til 8 km breiður. Hann dregur nafn af fjallinu Athos sem rís keilumyndað upp af skagatánni í 2033 metra hæð. Eftir skaganum endilöngum liggur samfelldur fjallgarður, 300 til 600 metra hár, og í hlíðum hans og dalverfum rísa á víð og dreif 20 umfangsmikil klaustur sem tilsýndar minna á rammgera miðaldakastala enda hafa mörg þeirra á liðnum öldum orðið að verjast árásum sjóræningja og annarra óprúttinna guðlastara. Í maímánuði 2006 fór ég ásamt syni mínum Sigurði Páli og séra Gunnlaugi Garðarssyni í Glerárþorpi í 4 daga heimsókn til Athos, meðal annars í því skyni að bera aðstæður þessa stundina saman við aðstæður 1952 þegar ég dvaldist á Athos 2 vikna skeið kringum páskana. Þá fannst mér sem ég gengi beint inn í miðaldir. Þankagangur munkana og lifnaðarhættir voru eins fjarri samtímanum og verða mátti. Eiginlegir vegir voru engir á skaganum, né heldur rafmagn eða sími. Fjallvegir voru mjó og kræklótt einstigi, enda bara ætlaðir fótum manna og múldýra. Nú eru vegir til allra klaustara, litlir og stórir rútubílar, rafmagn og sími í öllum klaustrum, en útvarp og sjónvarp bönnuð ásamt öllum myndatökum. Fyrir hálfri öld mátti gestir dveljast í Munkríkinu, sér algerlega að kostnaðarlausu eins lengi og þá listi, en nú eru heimsóknir takmarkaðar. Athos er sem sé bæði fjall, skagi, ríki, trúarmiðstöð, athvarf, hugsjón og kannski eitthvað fleira. Hugsjónin er meðal annars í því fólgin að afneita kvenlegum þætti tilverunar, að Maríu Guðsmóður undanskilinni og útiloka hann eftir föngum úr mannlífinu, eða í öllu falli munklífinu. Þar hefur engin kona mátt stíga fæti í rösk 1000 ár og raunar engar skepnur af kvenkyni sem mannlegur máttur fékk bægt frá að rjúfa friðhelgi staðarins. Fuglar og flugur fást hins vegar ekki til að virða bannhelgina. Athos er líka nefnt Agion Oros á grísku, sem merkir fjallið helga eða helgafell. Í ríflega 1000 ár hefur skaginn verið jarðneskt athvarf dýrlinga og einsetumanna, heimkynni líflegs og margbreytilegs munklífis. Andrúmsloftið er þrungið viðburðaríkri sögu þessara flóttamanna frá daglegri önn mannlífsins
Löng og flókin nöfn Miklagars keisara fyrir 1000 árum enduróma enn í kirkjunum, enda voru sumar þeirra beinlínis reistar af þeim. Gullslegin keisarabréf liggja vel varðveitt í bókasafni hvers klausturs. Keisaraleg framlög, landa og lausra aura áttu sinn þátt í að halda lífi í Munkaríkinu. Margar byggingar bera enn margvísleg ummerki hrikalegrar og svipvindasamrar sögu ríkisins. Serkir, krossfarar, Frankar og Katalóníumenn sóttu allir hingað í leit að auðfengnum fjársjóðum og skildu eftir misjafnlega djúp sár. Gegnum þykkt og þunnt hefur munklífið samt haldið velli og sjaldan verið líflegra en þessa stundina. Í snarbröttum hlíðum Aðólfsfjalls hafast við einsetumenn í frumstæðum kofum eins og vökulir ernir í hreirum sínum. Við erum staddir í Karjes, höfuðborg Munkaríkisins Athos. Hér í þessari litlu borg eitthvað 600 munkar en klaustrin alls 20 talsins og hér ríkisstjórn. Einn fulltrúi frá hverju klaustri situr hér á eins konar þingi og svo eru 4 úr þeim hópi sem stjórna ríkinu. Hér erum við hliðina á elstu kirkju Skagans, elstu kirkju Munkaríkisins. Hún mun hafa verið reist fyrir árið 1000 og hefur náttúrulega gengið gegnum alls konar viðgerð, en nú ein meiri háttar viðgerð í gangi. Það er skipt þak á henni og fleira sem þarf að gera, en til þess að verja allt sem inn í henni helgimyndir og veggmyndir og allt mögulegt. Þá voru við að reisa þetta varnarvirði, þessa vörn hér yfir. Gerði þak, bráðabirgða þak hér yfir alla bygginguna til þess að hægt sé að vernda allt sem ekki rifið niður, og svo verður þetta byggt upp aftur og verður nánast sem nýtt. Þetta hefur gerst á mörgum öðrum stöðum hér á Skaganum. Það er orðið greinlegt að það er í gangi mjög mikið endurreist, kirkjur og klaustur og allt það hefur verið að byggja það allt, að rífa niður það sem er orðið fúið úr sér gengið og byggja það allt upp og nýtt. Svo hér er alveg greinlega mjög mikið líf, bæði andlegt og verklegt.